Komið sæl á nýja leik þegar að horfa á heimilið á Hringbraut og við ætlum að huga að tryggingamálum heimilisins og heimilisfólksins sem skiptir í öllu máli þegar að kemur að því að tryggja sig. Sérfræðingar mínir frá Sjóvá hér sem endranær, Hafsteinn Esekíel og Hinrik Reynisson hér í fyrsta sinn. En Hafsteinn, áður við komum að tryggingum í frístundum og á frístundabúnaði, það jú svo árstími sem við förum til útlanda eða Akureyrar í skólafríin og leikum okkur á skíðum eða í golfi í útlöndum. Sennilega fæstir í golfi á Íslandi núna. En sko áður við komum að því, þá hrina innbrota á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar, einhverjum hluta vegna, og þetta eru menn sem stunda þetta af að þér virðist fagmennsku, fara inn þrengstu glugga. Þegar ég og aðrir sem þurfa að passa heimili sín huga þessum málum, hvernig ber maður sig að? Já, eins og segir, það er því miður búin að vera ágætlega stór hrina í innbrotum núna. Það sem bara þeir eru mjög lungnir menn að fara inn smækstu glufur á heimilinu. Og vita að hverju þeir eru að leita? Þeir eru að fylgjast með, þeir eru að vakta göturnar, þeir eru að vakta hverfin bara. Og þeir vita, þeir eru ekki að sækjast eftir þessu stóru munum, þeir eru að sækja í litla skarti, þeir eru að sækja í verðmætin sem þeir finna, þannig að því miður, en það sem best er að gera er að passa upp á það að tryggingarnar séu til staðar. Og þar er helst að nefna að vera með innbústryggingarnar, að vera með heimilis- og fjölskylduvernd, því þar inni ertu með tryggingu fyrir innbrotum í rauninni. Og þá ertu að tryggja í rauninni alltaf innbú sem þú átt, eins og við höfum talað um áður þá. Og innbústryggingin, sko, Hinrik, hún tekur á innbroti og því sem þjóðin taka. Já, bætir það. Hún gerir það. Svona grunnurinn af þessum heimilistryggingum í dag er, bruni, vatn og innbrot. Og þá er bara mikilvægt að vera með vátryggingafjárhæðina rétta. Að vátryggingafjárhæðin sem þú að tryggja þig fyrir endurspegli í rauninni þau verðmæti sem eru inni hjá þér. Og spara ekki í þessum efnum. Þetta eru þúsundkall rauninni sem skipta öllu máli þegar það upp er staðið. Algjörlega. En það sem tryggingin tekur ekki á, það er reiðuféð. Og því miður er fólk með mikið reiðufé átt heima á sér. Undir koddanum. En þeir svífast einskis, þeir fara inn í peningaskápana, þeir eru að fara á alla staði. Þannig að við hvetjum fólk til að vera ekki með reiðufé, setja það frekar í bankahólu, verið með það einhvers staðar því það fæst ekki bætt. Eðli málsins samkvæmt er erfitt að tryggja reiðufé, það er erfitt að færa sönnur á því hvað var mikið, en sko menn geta látið svona meta það sem sko eiga í svona efnislegum gripum heima hjá sér. Já, að taka tryggingu fyrir því sem efnislegt er og passa upp á það að ert með eitthvað eins og skartgripi eða málverk eða hönnunarmuni, erfðarmuni, að sér tryggja þetta. Því, jú, við bætum kannski ekki tilfinningalega tjónið, sem er oft mjög mikið, en við getum bætt efnislega tjónið. Þetta er oftar meira heldur en við höldum. Við vanmetum oft það sem við eigum. Já, við gerum það. Og svo þurfum við líka að passa að þeir eru með kannski muni sem eru mjög verðmætir, kannski svona meira heldur en kannski þetta almenna innbú, að við þurfum að sértryggja það og vera ekki að geyma það í geymslu eða bílskúr eða eitthvað slíkt, því það er þar sem þeir leita fyrst og komast kannski auðveldast inn. Gott og vel, Bildar, við skulum fara yfir í frístundatryggingar. Nú eru allir á úttoppnu í heimi hér, hvort heldur er norður í landi eða á Ítalíu og Austurríki á skíðum og menn fara svolítið þetta á andvaraleysinu, halda þessi tryggðir fyrir slysum, fyrir tjóni á búnaði og ég tala ekki manni sjálfum. Að hverju þarf maður fyrst og fremst að huga þegar maður er að fara þessa dæmigerðu vetrarferðir? Sko, sem betur fer, heima og erlendis. Þeir sem eru með fjölskylduvernd, eins og við á okkur Sjóvá, með fjölskylduvernd í okkur, þá ertu með slysatrygginguna frítíma. Tekur hún á þessu öllu meira og minna? Hún tekur á mestmegnis öllu. Allt sem svona almennu borgari, þetta dæmigerða einstaklingur gerir, tekur á þeim slysum. Aftur á móti, ef þú ert að fara að taka þátt í afrekskeppnum og þannig, þá þarftu að tryggja það sérstaklega. En tökum fyrst bara hérna venjulega borgara sem að fara upp í Hlíðarfjall eða til Ítalíu á skíði, þessi dæmigerða frístundaferð. Hvernig getur hann tryggt sig, Hinrik, svo vel sé fyrir þessu? Er þetta allt innifalið í þessu venjulega pakka? Já, ef þetta telst svona sem ég bara þessi almenna hreyfing, að það ertu tryggður í slysatryggingu í frítíma, hvort sem þú ert hér eða úti, því hún gildir líka erlendis. Það sem þú ert að passa þegar þú ferð út er að taka líka ferðatryggingu, af því að það er fyrir sjúkrakostnaðinum erlendis. Akkurat, sem er lykilatriði. Já, sem er lykilatriði.
Þannig að það þarf svona bara að skoða hvert tilvik fyrir sig. Já. Á maður þá ekki bara einfaldlega að hringja í tryggingafélagið sitt í þessu tilviki Sjóvá og bara spyrja hvað á ég að gera? Ég er að fara út með fjölskylduna, það dýrmæti sem ég á, hverju þarf ég að bæta við? Þetta eru nú kannski mjög litlar upphæðir þegar upp í staði sem maður þarf að bæta við til þess að tryggja sig algjörlega fyrir því sem kann að gerast. Já, það er það. Og eins og segi, slysatrygging í frítíma, hún er hluti af langflestum heimilistryggingum í það. Og svo er þetta að bæta ferðatryggingunni við. Já. Og líka bara passa sig að tryggja búnaðinn sem þú ert að taka með. Þú ert kannski að taka dýran búnað. Það er hægt. Snjóbrettið og skíðinu. Alveg klárlega sko. Og líka bara passa að stundum þessum fjölskyldutryggingin nær yfir, það nær yfir þá sem bera með í lögheimili. Stundum eru stjúpbörn að koma með eða tengdamamma og svona. Að passa þeir aðila, það er oft það sem klikkar. Lögheimilið er... Já, það er lögheimilið sem gildir sko. Þótt þetta sé, mann segir spabb, þá þarf að þessi lögheimili það er svo trygging sem gildir. Fólk kveikir ekki þessu. Þá að taka þá réttu trygginguna. Þannig að það sem hefur bara því miður komið upp á að fer einstaklingum með út. Hann lendir í tjóninu. Og hann er sá kannski eini sem er ekki með trygginguna. Þannig að... En nú eru alls konar jaðaríþróttir að færast í vöxt og ísklifur og fjallaskíðamennska og alls konar jöklaíþróttir sem eru sko svona óheyrilega erfiðar að því er virðist en æ fleiri sækja í þetta. Þarf maður þá að tryggja sig sérstaklega gagnvart þessum jaðaríþróttum? Já. Maður þarf að skoða og fólk þarf að vera meðvitað það að skoða hvað er inn í skilmálum, hvaða bara hvort þeir þurfa að tryggja sig sérstaklega fyrir þessu þau eru í og ef þau eru í svona áhættu íþróttum eins og fjallaklifri og slíku að þá þarf ofta að skoða þessi sérstaklega tryggingar fyrir það. Ef þetta er ekki þessar venjulegu tryggingar þá. En tökum bara venjulegt dæmi. Nú er ég mikið á fjöllum og með konu minni og öllum mínum vinum sem stunda fjöllin reglulega. Ég er með þessa hefðbundnu tryggingar heima fyrir. Ef ég er upp á Vatnajökli að fara upp á blessaðan hnúkinn, þarf ég þá að huga einhvern öðruvísi að mínum málum? Það er mjög einfalt. Allt í sprungum þarna? Ef þú ert með einhvern aukabúnað, ef þú ert á vélsleða, þá ertu bara ábyrgðartryggður á þeirri tryggingu sem tilheyrir honum. En þú ert með einhvern aukabúnað og ert með ísklifubroddana og ert að nota stjaka eða eitthvað svona, þá þarftu að sértryggja. Það er bara einfalt. Kaufunarbúnað og allt sem er basically ekki svona hefðbundið, það þarftu að sértryggja og það er bara mjög mikilvægt að vera meðvitaður um það því komið til tjónsins þá viltu ekki vera átryggður. En sko, er eitthvað á gráasvæðinu sem er svona næstu því jaðarsport? Tökum dýfingar, tökum að snorla í Þingvallavatni. Eru mörkin skýr? Sko, þessum góða punktur er sem í hjólreiðar. Þegar þú ert í hjólreiðum og ferð síðan upp á fjallaveginn og ert að fara í brautundar, þá ertu kominn á jaðarinn. Þá ertu ekki í venjulegur hjólaferð, þá ertu kominn í smá jaðar. Og það er kannski svona, fólk kannski erfitt með að greina muni þar. En Henrik, sko aðalatrið er að maður getur sko tryggt sig fyrir þessu. Já, maður getur það. Og sko skiptir engu máli hversu fíftiskan er mikil. Nei, og það er bara sko eins og við mælum bara með að allir hafa í samband og kynni sér þetta, hvort það sé nóg að vera bara með heimilistrygginguna og þessi trið eða hvort það þurfa að fara að tryggja það sérstaklega og þá þarf bara að taka almenna slysatrygging. Hvað er í húfi? Sko ef maður er ekki tryggður og er í sko einhverju svaklegri jaðaríþrótt, tökum bara dæmi að skíða niður bröttustu brekkurnar á Tröllaskaga og maður er ekki tryggður. Í hverju getur maður lent? Getur maður lent einfallega í því að allir búnaðarmanns sitja óbættur hjá garði og jafnvel maður sjálfur líka? Sko, búnaður getur verið tryggður þó að þú sért ekki persónulega tryggður. Þannig að við höfum alveg séð að stór tjón þar sem einstaklingar er að fá háar örorkur og þá enga bætur. Þannig að það er bara það sem það er að passa. Þetta er náttúrulega sko alvarlegasti hluti málsins. Skíðaslys geta leitt til bara lömunar og allt og ef þú ert ekki með tryggingu þá ert ekki með þessar viðbótabætur. Alltaf jú, færðu örorkubæturnar en þær duga nú bara skammt. En þetta eru sko jaðaríþróttirnar og maður þarf kannski að huga alveg sérstaklega að þeim vegna þess að maður veit svona upp á sig skömmina þegar kemur að sko slysatíðni. Hún er meiri í þessu sporti heldur en alla jafna, eðli málsins samkvæmt. En þegar maður er að fara í þessi venjulegu frí, golfið, göngur, golfið út í heimi eða hérna heima, þá er kannski andvarlasið meira eins og við gattum í upphafi. Algjörlega. Þá svona er kannski þetta venjulega íslenska viðmót það maður heldur að maður sé tryggður fyrir. Já, akkurat. Og þá er þess að bara vera með heimilistryggingu, inn í henni slysatrygging, bæta við ferðatryggingu ef þú ert ekki tryggður í gegnum gott kort og þá ertu bara með flest allt runni nær yfir flest allt. Nefnum þess að fara að gera eitthvað ekstra. Hvað með sko, nú eru margir farnir að fara í þessar langferðir.
keyra sko, endilanga Suður-Ameríku, Afríku á slóðum þar sem við svona vitum að það er meira ófriður og meira óöryggi heldur en alla jafna í þeim löndum sem við erum að ferðast mestmegnis Spán og Frakkland og Ítalíu. Þarf maður að tryggja sig eitthvað sérstaklega gagnvart því? Er það yfirleitt hægt að tryggja sig fyrir sko, stuldi á bíl og öllu sem maður á? Bíllinn oftast tryggður, þú ert oftast á bílleigubíl. Þú sé aldrei svo að tekur bílinn þinn með í þurftan í ferðir. Þannig að það trygging sem þú tekur þar duga fyrir því oftast. En fyrir sjálfa því, þá ertu með ferðartryggingu og þá er hún oftast gildir svona cirka 92 daga. Sértu farin inn á stríðshrjá lönd og svona, þá ertu komin á átursæði sem er bara ekki hægt að tryggja. Þannig að maður þarf að meta þá á þetta sérstaklega. Sko. En aftur á móti erlendis er ofta að taka tryggingar bara eins og ferð upp á Everest og svona getur við tekið. Það er að taka hryðjuverkatryggingu og allt það bara erlendis. Hún er því miður ekki til á Íslandi. Nei. En þetta er meira og meira svona allt til fyrir þá sem er að fara í þessar venjulega ferðir? Já, hérlendis. Og hugað sínum málum? Hugað sínum málum og bara svona kannski aðeins lokum með innborðið, pössum, lokum gluggunum, læsum hurðunum, höfum ekki verðmæti sýnileg, draugum fyrir gluggutjöldin og látum nágranna vita við fyrir eitthvað. Akkurat. Og nótum líka ljósin? Nótum ljósin, já. Þetta er alltaf skipulagt hjá þeim, þeir fylgjast með. Það þarf ekkert að spara í þeim efnum. Og sko nágrannavarslan, hún skilar sér alltaf? Nágrannavarslan skilar sér alltaf. Og ef þú verður var við eitthvað sem þú vilt ekki sé í hverfinu, þá er alltaf betra að hringja eitt símtal aukalega heldur en að hringja það ekki í nágranna eða lögreglu. Bestu þakkir fyrir þetta. Takk fyrir okkur. Og sjáumst að mánuði liðnum þar sem við fjöllum eitthvað allt annað sem lítur að heimilistryggingum hér á Íslandi.